Hingað kominn Sverrir Agnarsson. Sverrir, það best að gera grein fyrir þér að þú hefur verið mikið í Mið-Austurlöndum, Norður-Afríku, víðar, og varst einu sinni starfsmaður, eins og ég kynnti, starfsmaður landbúnaðarráðuneytisins í Líbíu. Jú. En eins og aðrir spilltir ríkisstarfsmenn þá kom ég sjaldan í vinnuna til þess að þrísvar. Því þetta var nú eiginlega bara svona, þetta var gert sko vegna þess að ég var þarna á leiðinni og ætlaði mér að fara í skólalega arabísku. Þá var þetta best að það sundur þessi leiði fyrir mér. Ég hef mig sem sauðfjárræktarráðuneyti að ég hef verið í sveit. Og svo fór ég í skóla, bara barnaskóla, 9 ára bekk. Í Líbíu? Já. Og lærir arabísku? Lærir arabísku. Ég kom oft í ráðuneyti, svo var þetta heimsókn og góði vinur minn var ráðuneytisstjóri þar. Og svo kynntist ég vel ríkisstjóranum hann í Kirinæka. Og þú dvaldir hann í dálítið langan tíma? Já, rúmt ár. Rúmt ár. Og þú hitti Gaddafi? Ég hitti Gaddafi tvisvar í svona móttökum. Já, þannig þú séð hann svona? Já, hann var stressaður. Já, en sko, þetta nú bara formála því að við erum að horfa upp á mjög dramatíska atburði í Líbíu og þetta náttúrulega sprettur ekki alveg upp úr engu og það kannski þessi persóna Gaddafi, þetta forvitnileg persóna. Hann nær þarna völdum í byltingu á sínum tíma. Jú, og það nú þetta sem oft sko málið þarna í Norður-Afríku og Mið-Austurlöndum, það það þessi sem taka oftast við svo spilltu stjórnkerfi að þeir eru fljótir að verða eins. Það lagast aldrei neitt. Kóngurinn undan var ágætis maður, hann var súfí, svona dulspekingur, Sanussi-reglunni, ég fór nú stundum þangað og mjög skemmtilega samkomur. En hann aftur á móti hann kóngur 51 eftir mikla nýlendukún Ítala. Ítalar voru náttúrulega seint á ferðinni í sinni nýlendustarfsemi, tóku Líbíu held ég fyrst 1911, en svo þegar Mussolini kemur til valda upp úr 22-23, þá fyrst versnar ástandið, því hann hafði svona drauma að hann ætlaði að ná byggja ríki í Ítalíu gegnum Líbíu og alveg niður til Abissíníu. Ég held að það hafi verið einhver tengsl við einhvern katólskt fólk í Abissíníu, sem kristnir, nýri í Eþíópíu og það Koftana og það sem hann gerir í Líbíu, þetta voru náttúrulega mest bedúinar þá og alltaf arabarnir, kannski borgónum, bedúinir, berbarnir, að þeir lentu mjög í liði því hann það var öllum breytt í vínegrur og það var allt tekið af þeim og svo byrjar þeir að berjast og það frægur uppreisnarleiðtogi, Omar Mukhtar. Hann gerði frægum kvikmyndum sem Antoni Quinn lék, sem var gamall maður sem gammalsaldri hóf uppreisn. Hún var bara niður af þvílíkri hörku að það sem Gaddafi gerir núna bara barnaleikur. Þá var múrað upp í vatnsból, þannig að allir flyttu niður strandar sem voru settið bara í concentration eða hvað það heitir, útrýmingabúðir og helmingurna sem voru ekki dóu úr hungri. Og það talið að helmingur af bedúína þjóðinni í Líbíu hafi farist þessi ár. Og þetta var á tíma Mussolini, og þetta veit alltaf enginn neitt þetta? Það hefur lítið talað þetta, þannig að Mussolini breytti með þessar tímatalinu, þannig að árið 1 og 2 og 3 eftir Mussolini. En segðu mér, og Gaddafi kemst þarna til valda á sínum tíma í uppreisn sem svona, hann hefur eitthvað auðvelt fyrir hann að ná völdum. Jú, kóngurinn verður svona, hann verður svona sambland af einhvern svona gömlum bedúinasík og kóngi. Þetta svona minnir mig dálítið á konungs, réttindi danska konungs í Íslandi þegar hann gat vetóað, hann valdi helminginn af þingmönnunum og það var allt svona. Svo og 51, þá er Líbía fátækt. Þeir fá peninga fyrir að veita Bandaríkjamönnum og eilendingum herstöðar. Og það er eiginlega eina tekjulind. Svo allt í 1959 þá finnast þess olíulindur og þá breytist náttúrulega allt. Og þá er gamli kallinn orðinn bara gamall og seníll og það er bara yngra fólk tekið við, hann fylgir ekki með neina, hann er bara sem Guð. Hann er engan á þessa heims málum og þarna grassar það gífurleg spilling. Og þegar ég kem til Líbíu og Gaddafi nýkominn við og þessi bylting sem ég hef aldrei skilað hann alveg, þetta var bylting maður heldur svona styrjöld eða barátta, eitthvað tekið yfir. Nei, þeir gengu bara á bar í Trípólí með byssur, hann og einhver tónlistsforingjar og skutu niður viskíflöskur. Það var eiginlega fólkið í því. Og voru þá komnir til valda? Já, voru bara komnir til valda og tók bara völd. Auðvitað hljóta Ítalir sem höfðu þarna mikil ítök og Bandaríkjamenn og Bretar hafa samþykkt þetta einhvern veginn. Lítur hafa verið, maður gerir ekki ráð fyrir að pólitík gerist svona og skjóti bara niður viskíflöskur. Það er eiginlega, mann finnst það eiginlega of einfalt. En þarna og þarna ég mani það var löng réttarhöld í Líbíu þegar yfir fyrrverandi starfsmönnum kóngsins, unga menn. Og þá komst ég því í samtölum mínum við ríkisstjóra sem ég þekkti þarna að það var hann útskýrði fyrir mér, þeir voru flýtuð fullt olíu og söfnuðu peningum bankareikningum í Frakklandi, Ítalíu, Bandaríkjunum, Brellandi.
en þeir ekki geta notað þetta, þeir máttu ekki kaupa það sem þeir vildu, þeir máttu alveg kaupa hergögn. Þannig til þess að stela peningum þá voru þeir að kaupa jafnvel Miras-þotur frá Frakkland og selja svo bara til Súdan eða eitthvað skilur svo pening. En svo sko það má nú segja sko að Gaddafi á fyrstu árum sínum þá gerur hann ýmsa hluti sem þetta var ótrúlega, hann byggði spítala og hús og mínir nágrannar voru betjur en svo voru bara nýfluttir inn í blokkir eða raðhús og náttúrulega með húsdýrin þeir var alltaf skrítið þetta var svona júgóslavískar byggingafyrirtæki sem byggði þetta og það var bara byggt eftir evrópskum stöðlum en svo komu betjurinn inn, þeir komu geitur og kindur og hænsn og beljur jafnvel, þetta var allt bara fyrir utan og kindur á svölunum með einhvers konar saladræktun í baðkörunum og voru mest fram á gangi að elda te í prímusum. Og svo kom hann kannski keyrandi í eyðimörk þar sem hann sá úlfaldalestir og hann kom bara eftir í Jesú tíma eða kom bara biblíusögur skona. Svo allt bara raðhús og bara beduínar. Það var en hann virkilega sko þess að hélt maður þetta myndi sko þetta var menn voru í ákvæði gangandi hann veitti peningunum til þjóðarinnar. Og það var náttúrulega fór líka peningar í sko stórkostlega ræktun á eyðimörkinni og já, og það þetta með sko það sem vandamál Líbíu náttúrulega þetta sem kallað curse of resource eða hvað heitir það, paradox of plenty. Það þegar þú ert með svona eitt resource 60% af þjóðarframleiðslunni kemur frá olíu sem þýðir það að þú þarft ekki að gera neitt. Og það ekki atvinna. Nei, og svo þú þarft heldur ekki að skattleggja fólk og ef þú þarft ekki að skattleggja fólk þá gerir fólki enga kröfur stjórnsýslu. Leiður skattleysku fólk þá fer það að fá kröfur stjórnsýslu. Og svo og þessi ræktun hann ég þetta þannig ráðuneyti sko ég fór nú það niður til Kúfa. Þetta rosalega flott að sjá þetta flugur. Mér finnst það geimfar að sjá það líka þetta bara eitt af svona kínverski múrin og líbísku þetta eru svona þeir eru kílómetri þvermál. Rosalega grænt og svo þarna eru sumstaðar beljur og beit og sumstaðar ræktun. En þetta kostar þetta bara rugl og það vita það allir. Já. En þetta svona eitthvað sem já, ég held að þetta sé mest bara til sýnis að gleiðja geimfarinn eða eitthvað. En svo náttúrulega líður tíminn og Gaddafi verður náttúrulega sko svona ógnabíldur á Vesturlöndum vegna stuðnings við hryðjuverkamenn og svona slíkt og svo náttúrulega núna komin upp þessi stóra upplýst gegn honum og maður velti fyrir sér, ég meina maðurinn kannski bara orðinn geggjaður. Sko þetta var strax að bera á þessu. Ég fór vegna þess að ég var þarna, sístum var ég fór í skólalega arabísku og þarna voru vinir mínir margir. Ég sá flestir skólafélagar mínu voru frá Tjad og Níger og Mali, lönd sem hann var svona ráðast inn í seinna. Hann var svona bara að mennta ímamana og bara að mennta klerkana, bara að mennta þá sem áttu að ráða í þessu löndum seinna til þess að fá áhrif. Hann alltaf verið þessi pan-Afrikan, meira en pan-Arab, hann verið meira pan-Arabi. Hann verið að reyna að skipuleggja milljón manna her lengi. Og þá voru skólafélagamenn sem fóru einhvern veginn til Trípólí til að hlusta á fyrirlestur hjá honum og það var rosalega flott umræður og dót og svo var beðið að fá tillögur frá þeim betrumbætur. Tveir kom aldrei tilbaka. Já. Þeir sem kom með tillögur betrumbætur. Já, akkurat sko. Og svo hvarf þýskur kunningi minn og þá ákvað ég svona að pakka saman. Já. Og þetta sko strax 74-5. En svo breytir hann þessu, hann breytir þessu í the Great Socialist Republic og þá er öllu prívat, eða hvað enga framtæki bannað, þá bara the People's Supermarket og þú gæti ekki skipt perun að maður fylla úr skýrslu, sko. Og það var í 10 ár og þá það er náttúrulega rosaleg kúgun á arabísku mentality, þeir eru kaupmenn í eðli sínu, þeir elska viðskipti, þeir eru entreprenörer eða svo, eðli sínu. En hann á þessi börn sem eru sko, þetta er enda mjög sérkjönd að fylgjast með þessi sko, einn sonurinn var í fótboltaliði, þeir hafa voru að braska með Kaupþingi og svo er einn dóttirinn sem er Fegurðardís og varði Saddam Hussein. Já, og skókastarann. Og skókastarann, já. Og þetta er liðið sem hefur átt að taka við veldinu. Já, sko, það eru þrír, sko, baráttan stendur kannski ekki 3 bræðra. 3 eru bara playboys. Einn annar er þessi fótboltaspilari Saad, held ég hann heiti. Svo einn sem heitir Hannibal, sem sýnum dálítið hvernig hann hugsa, sko, Hannibal er ju gamli leiðtogi Norður-Afríku. Já, Karþagómanna. Já, Karþagómanna, bara gegn Róm. Típist hjá honum að skýra barnið Hannibal. Og þannig að það er Saif al-Islam og svo hefur hann, sko, hann hefur ætt öllum öflum á móti hver öðrum. Meira sér sonum sínum. Og þessi Saif al-Islam sem hefur nú talið vinnu Vesturlanda, er doktor í hagfræði frá London School of Economics og það voru akkurat nýlega búin að gera samning með London School of Economics, gefa þeim 300.000 pund held ég. Nýlega búin að kassa því inn, sko, en nú er það náttúrulega verið búin að afþakka það en þeir eru búin að nota það, sko.
og hann semst yfirgaf fjölskylduna 2006 vegna ósáttar við föður sinn og bræður. Hann kemur tilbaka og tekinn í sátt 2008. Hinn, Mutassim, sem semst yfirmaður öryggismála núna í Líbíu, hann gerði uppreisn gegn föður sinn. Þurfti að flýja til Egyptalands, kemur aftur 2 mánuðum seinna og tekinn í sátt. Það yngsti bróðir Khamis, sem sá sem ábyrgur fyrir skotarásunum í Benghazi, hann sá eini sem ekki farið. Og hinir 2 nú að smjara fyrir honum því að það svona, menn hann sennilega stabilis. Hann sterkir maður. Og þeir hafa verið að bera í hann vopn, og það sem við líka athuga, að Bretar, þarna óheilla krákan Tony Blair hefur að flækist það mikið undanfarið og liðka fyrir viðskipti fyrir BP, og sennilega það liður í þessu að sleppa þessum þetta sem sprengti flugvélina Lockerbie-mannum. Hann átti að vera dauður til 3 mánuði en ennþá lífi og þetta og það SAS sem sagt Special Air Force sérsveitirnar bresku sem hafa verið að þjálfa sérsveitir þessa Khamis og þeir hafa verið að bera í hann vopn og hún meira sér að fá alveg sérstaklega svona hvað þetta heitir big crowd management, mannfjöldarstjórnan tæki, eins og táragas eins og við þekkjum, en líka leysir með byssur með hita, skjóta, bara leyniskita skjóta niður bara valda aðila.